En upphaf þessa stóra sakamáls má rekja til sumarsins 2020. Þá bárust ríkislögreglustjóra gögn frá Europol sem að innihéldu samskipti manna á dulkóðaða forritinu EncroChat. Og í þessum gögnum þá kom í ljós að einhver efni hafði verið falin í saltdreifara sem var fluttur inn til landsins snemma árs 2020. Og þessi saltdreifari var síðan hýstur eða falin á sveitabæ hér á landi. Þú varst að hlusta á True Crime Ísland, eina alvöru íslenska True Crime hlaðarpið þar sem við fjöllum nýleg íslensk sakamál. Ef þú vilt hlusta á meira, þá ferðu á kratos.is og kaupið þér áskrift. Í áskrift ferðu aðgang að öllum fyrir þáttunum okkar ásamt glænýjum þætti af hverjum einasta mánuði. Og svo gefum við stundum út aukaþætti og seríur. Og þeir sem í áskrift koma í lokaðan Facebook-hóp þar sem við setjum inn alls konar upplýsingar. En sjáumst í áskrift!